Það ólýsanlega sárt að þurfa að jarða dóttur sína eftir að hafa barist fyrir lífi sonarins. Þetta segir vinkona móðurinnar sem missti barn í bílslysi í Suður-Afríku. Hún vill að íslensk stjórnvöld axli ábyrgð. Verð á eldsneyti ætti að lækka 10 króna áramótin þegar eldsneytisgjald verður fellt niður. ASÍ telur neytendur eiga meiri lækkun inni. Bandarísk stjórnvöld hafa enn og aftur reitt við dönsku til reiði með áhuga sínum á Grænlandi. Nýr erindreki Trumps í málefnum Grænlands segir markmiðið að gera það að hluta af Bandaríkjunum. Hættur leynast víða hátíðirnar í heitri feiti til að steikja laufabrauð og kertaljósum nálægt þurru greni. Slökkvilið landsins minna á mikilvægi brunavarna yfir hátíð ljóssins. Tæplega 4.000 jólakveðjur verða lesnar á útvarpsrásum RÚV í ár. Útsending þeirra hófst í þessum töluðu orðum. Kæru ættingjar og vinir nær og fjær, gleðilega hátíð. Gott kvöld. Fjölskylda drengs sem í fíknimeðferð í Suður-Afríku var nýkomin þangað til að vera með honum yfir jólin þegar hún lenti í bílslysi. Amma drengsins og 13 ára systir hans létu lífið. Vinkona móður barnanna segir síðustu daga hafa verið óraunverulega. 3 íslenskir drengir hafa undanfarið verið í meðferð hjá stofnuninni Healing Wings í Suður-Afríku. Mæður þeirra sendu þá þangað eftir að hafa mætt lokuðum dyrum á Íslandi. Fjölskylda eins þeirra hélt utan í síðustu viku til að vera með honum yfir hátíðirnar. Þau voru að fara með jólagjafir til drengjana okkar og fara að eyða jólunum með sínu dreng. Á miðvikudag á leiðinni á hótelið breytist allt þegar bíll þeirra skellur á flutningabíl úr gagnstæðri átt. Amma drengsins og 13 ára systir láta lífið í slysinu. Pabbi hans liggur enn þungt haldinn á spítala. Ingibjörg kynntist móður barnanna fyrir 1 ári í gegnum sameiginlega baráttu þeirra við brot í kerfi. Drengirnir þeirra eru báðir í Suður-Afríku. Ingibjörg hefur aðstoðað móðurina síðustu daga. Hún segir fjarlægðina frá Íslandi flækja málin verulega. Aðstandendur fengu til dæmis ekki fréttir af slysinu fyrir en sólarhring síðar. Þetta mesti harmur sem ég hef bara upplifað á ævinni. Þetta ekki hægt að lýsa þessu. Hvernig þetta hefur verið. Beðið var með að tilkynna drengjunum slysið þar til móðirinn væri komin til Suður-Afríku. Ingibjörg átti vikulegt símtal með syni sínum á föstudag og þurfti þá að ræða við hann og drenginn sem missti fjölskyldu sína vitandi hvað hafði skeð. Þeir voru glaðir, hlökkuðu til jólanna og komu fjölskyldunar. Þetta bara með því erfiðara sem ég hef þurft að gera var að halda andliti og vitandi við drengina og vitandi hvað var að fara að dynja á þeim daginn eftir. Ég brotnaði bara mjög mikið niður eftir að ég var búin að ljúka því símtali en ég þurfti bara að halda andliti bara fyrir velferð drengsins. Nú hefur þú verið að aðstoða fjölskylduna. Hvaða áskorunum stendur hún frammi fyrir núna? Það þarf náttúrulega að koma barninu heim og það náttúrulega þarf að búa þetta náttúrulega flókið ferli. Þetta náttúrulega hinum megin á hnettinum. Og bara móðurinn hefur náttúrulega áhyggjur af því að núna get ekki borgað áfram fyrir meðferðin fyrir drenginn sem ég vil bara fá að tryggja og mér finnst bara að seinasta sem hún eigi þurfa áhyggjur að núna að hafa áhyggjur af fjármálum. Ingibjörg blést því til söfnunar fyrir vinkonu sína. Hún þakklát fyrir þau viðbrögð sem söfnunin hefur fengið en segir slysið vekja ýmsar tilfinningar hjá fólki. Ég hef þá tilfinningunni að fólk sé mjög reitt yfir þessu. Drengirnir okkar eru þarna út af úrræðaleysi og ömurlegum úrræðum hérna á Íslandi. Þú talar að fólk sé reitt, eru þið reið? Ofboðslega reið. Ég vil bara sjá breytingar núna. Ég vil að fólk beri ábyrgð, ég vil að það viðurkenni mistök sín og ég vil að sjá bara sóma sinn í því að greiða þetta núna, allt saman og bara standa straum af öllum kostnaði sem kemur varðandi allan þennan harmleik. Þetta bara til skammar. Ég vil bara biðla núna til almennings að bara sýna samhug í verki og bara taka vel í söfnunina og nú erum við búin að berjast fyrir því að halda drengjunum okkar á lífi og að þurfa síðan að jarða yngstu dóttur sína núna bara ólýsanlega sárt.
Verð á bensíni ætti að lækka ríflega 90 krónur áramótin þegar eldsneytisgjald verður fellt niður. Alþýðusamband Íslands telur að neytendur eigi rétt á jafnvel meiri lækkun en sem því nemur, þar sem verð hefur ekki lækkað í takt við þróun heimsmarkaðsverðs og gengi dollara. Áramótin taka gildi lög kílómetragjald. Það þýðir að ökumenn allra bíla þurfa að borga fyrir hvern ekinn kílómetra, en það þýðir líka að verðið á dælinni á að lækka. Eldsneytisgjald verður fellt niður áramótin. Aftur á móti hækkar kolefnisgjald á bíla sem brenna jarðefnaeldsneyti. Fólksbílar greiða 6,95 krónur fyrir hvern ekinn kílómetra. Með lækkun eldsneytisgjalds á móti gerir frumvarp fjármálaráðherra ráð fyrir að rekstrarkostnaður á meðalbíl haldist það bil sá sami. Við munum leggja mikla áherslu á að fylgjast með því að þessi lækkun skili sér á dælunni til neytanda. Ef þessi krónutala ekki að skila sér til neytandans, þá það í raun og veru bara olíufélögin að stinga henni í massa eða hvað? Já, hlutur olíufélaga á hvern lítir í krónutali væri þá að hækka sem fer þá til olíufélagsins. Samkvæmt svörum frá olíufélögunum unnið að því að reikna út verðlækkunina, en öll segja þau að lækkun eldsneytisgjaldsins eigi eftir að skila sér til viðskiptavina. Það flækir málin að flest bensín blandað öðrum efnum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, að jafnaði 10%. Lækkunin ætti því að vera 90% af eldsneytisgjaldi, en á móti kemur hækkun kolefnisgjalds sirka 6 krónur á lítrann. Tökum dæmi áhrif breytingan á dæluverð. Samkvæmt útreikningum FIB ætti bensínverð að lækka rúmlega 90 krónur þegar bensíngjald fellur niður. Bensínlítri sem kostar núna 310 krónur ætti þá að lækka niður í 220 krónur. Samkvæmt sömu útreikningum ætti díselverð að lækka ríflega 80 krónur. Dísellítri sem kostar núna 315 krónur ætti þá að kosta 235 krónur. Við höfum verið að fylgjast þá með því að þessi krónutölugjöld komi þá klárlega tilbaka sem að fara þá af, og síðan höfum við frá því sumar verið að fylgjast mikið með markaðnum eftir að kílómetragjaldi var boðað, og við viljum meina að neytendur eigi jafnvel meira inni heldur en þessa lækkun sem þessar krónutölur miða við. Við höfum að skoða þróun heimsmarkaðsverð til dæmis árið 2025 og gengisþróuna í dollar líka, þá teljum við okkur eiga tölurlinni. Þannig að neytendur ættu að sjá þetta koma að fullu fram á dælunni áramótin. Já, við teljum það ákveðið lágmark þá að hendi olíufélagana og tengdra aðila þá í baráttunni gegn verðbólgu, já, klárlega. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins. Geta neytendur búist við því að sjá þessa lækkun koma fram að fullu hjá olíufélagum? Já, þeir eiga auðvitað heimtinga á því og það auðvitað mikilvægt að fylgjast með því, og í svona breytingum þá í samkeppnisumhverfi ætti að geta orðið umrót sem að tryggir að minnstakosti að þessari lækkun sé skilað, en vonandi meira heldur en það. Munið þið hjá Samkeppniseftirlitinu ætlið að fylgja þessu eftir? Já, við munum vera í sambandi við ASÍ, FIB, Neytendasamtökin, fjármálaráðuneytið, og síðan nýta okkar heimildir til að afla upplýsinga og sjá líka hvernig þetta þróast yfir tíma. Þannig að eins og ASÍ bendir á, þá er þetta mögulegt að neytendur eigi einhverja lækkun inni líka, álagning hafi hækkað undanfarið. Þannig að það þarf líka að tryggja það að þetta skili sér til lengri tíma, ekki bara núna 1. janúar. Akkurat. Þið hafið ítrekað bent á fákeppni og vísbendingar svona takmarkaða samkeppni á eldsneytismarkaði. Óttist þið að neytendur verða einhverju leyti bara snuðaðir hluta þessari lækkun? Já, nú kemur það þetta bara í ljós og við getum þá lært heilmikið af ástandi samkeppnismála. Ef allt með feldu, þá skilar þetta sér til lengri tíma. Ef að fákeppnisaðstæður eru með þeim hætti að það gera það ekki, þá þurfum við að sjá hvernig bregðast skuli við því. Ertu bjartsýnn? Ég er bara hóflega bjartsýnn. Já, en nú hafa olíufélögin tækifæri til að sýna hvað þeim býr. Akkurat. Já. Takk fyrir komuna hingað í Myndir, Páll Gunnar. Þá að öðru. Feðgar sem drápu 15 í hryðjuverka árás á Bondi-strönd í Ástralíu undirbjuggu árásina mánuðum saman og fengu þjálfun í meðferð skotvopna. Þetta kemur fram í lögregluskjölum sem voru birt í morgun. Feðgarnir könnuðu aðstæður á ströndinni að kvöldi til aðeins nokkrum dögum áður. Árásin var gerð á samkomu við upphaf Hanúka, ljósahátíðar gyðinga.
Þeir vörpuðu 4 sprengjum á fólk á hátíðinni sem blessunarlega sprungu ekki. 5. sprengjan fannst í bíl þeirra. Forsætisráðherra Ástralíu bað í morgun gyðingasamfélagið og þjóðina í heild sinni afsökunar á árásin. The government will work every day to protect Jewish Australians, to protect the fundamental right as Australians that they have to be proud of who they are, to practice their faith, to educate their children and to engage in Australian society in the fullest way possible. We're not going to let the ISIS-inspired terrorists win. We won't let them divide our society and we'll get through this together. Hingað heim, Hæstiréttur sýknaði í dag Landsbankann af öllum kröfum í 2 málum fasteignalán sem neytendasamtökin höfðuðu gegn honum. Formaður samtakanna segir þetta áfall en þau íhugi nú næstu skref. Þetta kemur á óvart. Í báðum málunum eru skilmálar taldir ólöglegir að fullu leyti í öðru og að einhverju leyti í hinu. En engar dómur telur ekki að sýnt hafi verið fram á tjón. Við þurfum bara að skoða þetta og sjá til framhaldið. Hæstiréttur staðfestir þar með sýknudóm Landsréttar varðandi verðtryggt skuldabréfalán sem tekið var árið 2006 og niðurstöðu héraðsdóms sem snerist óverðtryggt lán frá árinu 2019. En það mál fór beint til Hæstaréttar. Breki segir þetta áfall en að niðurstaðan verði engu að síður neytendum í hag. Og mikill sigur að skilmálarnir séu dæmdir ólöglegir. Það að segja að bönkunum verður ekki í sjálfsvald sett framar að breyta vöxtum eins og þeim hentar hverju sinni. Heldur verður að vera skýrt og skiljanlegt og aðgengilegt fyrir neytendur og lántaka hvernig vextir breytast í framtíðinni. Þetta voru síðustu dómsmálin sem neytendasamtökin ráku gegn viðskiptabönkunum. Dómur féll í máli gegn Íslandsbanka í október þar sem vaxtaskilmálar bankans vegna óverðtryggðra fasteignalána voru taldir ólögmætir. Arion banki var svo sýknaður fyrir þessum mánuði vegna vaxtaskilmála verðtryggðra lána. Breki útilokar þó ekki að fleiri mál verði höfðuð gegn bönkunum. Þessari hrínu þetta síðustu málin. En við verum að hugsa líka til að það geta verið fleiri mál sem við getum farið með og til dæmis í gengislánamálunum á sínum tíma voru margir tugir lána sem var farið með til fyrir dómstóla áður en að náðist einhver niðurstaða í það. Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir dómana staðfesta að ákvarðanir vaxtabreytingar hafi verið málefnalegar. Bankinn hafi svo strax brugðist við því í október að breyta skilmálunum í samræmi við dóminn Íslandsbanka. Rússneskur herforingi lést í sprengingu í Moskvu í morgun. Hann hét Fanil Sarvarov og var yfir þjálfun hermanna í rússneska hernum. Sarvarov 3. herforinginn sem hefur farist í sprengjuárás í Moskvu á þessu ári. Rússnesk yfirvöld segja sprengjunni hafi verið komið fyrir undir bíl og sérstök nefnd hafi málið til rannsóknar. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Что тут сделаешь-то? Война идет. Ничего с этим не сделаешь. Как говорят, лес рубит, щепки летят. Не скоро еще закончится, мне кажется. Да? Чем, я не знаю. Главное, безопасность детей наших. Og þá ætlum við aðeins að huga veðri. Óli Þór, það lítur út fyrir vægast sagt hörmulegt jólaveður. Það höfðu verið gefnar út gular viðvaranir næstu daga en nú eru þær orðnar appelsínugular sums staðar. Hvernig verður þetta í ósköpunum? Þetta byrjar í raun seinnipartinn á morgun. Þetta náttúrulega hlýtt, þetta sunnanátt og þetta hlýtt og blautt og mjög hvasst. Og þá sérstaklega verður þetta hvasst að snemma á aðfangadag fyrir norðan en hérna landið vestanvert þetta mikið vatnsveður, þannig að menn þurfa kannski aðeins að huga því hvort það getur valdið vatnstjón einhvers staðar. Og svo eins og það sagði snemma á aðfangadagsmorgun þá það viðvaranir á Norðurlandi appelsínugular, fara úr gul í appelsínugult og þá alveg komið með möguleika á foktjóni líka, þannig að það þarf bara að tryggja að menn gangi vel frá fyrir jólin, eins og verktakar og aðrir sem eiga eitthvað undir veðri. Nákvæmlega, það þarf kannski ekki að taka það fram og fólk geti þá þurft að breyta sínum áætlunum ferðalög
eða hvað, til dæmis þeir sem ætlaði að ferðast á milli landshluta? Já, það er vissara að huga því. Að vísu verður náttúrulega vegir almennt, það er engin hálka eða neitt svoleiðis, en það verður hins vegar vatnsveður og lítið skyggni fyrir vikið, þannig að, og víða hvasst, þannig að stærri bílar eru kannski gætu farið á stað, þannig að það þarf að fara allan mjög varlega ef fólk ætla sér að fara. Já, og flug verður líklega líka fyrir þá verulegum truflunum. Akkurat, og það er kannski vísast að svona fresta heimsóknum í kirkjugarða og öðrum svona slíkum hefðum. Já, það er allavega ekkert voðalega fýsilegt að vera úti í hvassviðri og rigningu. Nei, akkurat, bara rétt að lokum, það verður hundleiðilegt veður annað kvöld, þannig að það verður kannski ekki mjög hátíðlegt í miðbæjum eða annars staðar þar sem fólk ætlar að koma saman og gera sig glaða dag. Nei, sérstaklega hérna á vestanverðurlandinu. Þetta er náttúrulega mun skárra á norður- og austurlandi þar sem verður lítið sem engin úrkoma, en það verður hins vegar nægur vindur, en það verður hérna á vestanverðurlandinu og ekki síst á höfuðborgarsvæðinu verður þetta frekar ófýsilegt, já. Já, gleðileg jól, segi ég nú samt, Óli Þór. Takk fyrir. Breskt fyrirtæki hefur krafið Samherja og fyrrverandi stjórnendur þessum sem nemur 140 milljörðum króna í dómsmáli þar ytra. Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, segir við fréttastofu að stefnan hafi ekki enn verið birt honum formlega eða öðrum fulltrúum fyrirtækisins og því geta hann ekki tjáð sig forsendurnar, en að honum skiljist að breska fyrirtækið, sem heitir Restitution Litigation Limited, hafi keypt kröfu á hendur Samherja af namibísku ríkisfyrirtæki sem ætla má að sé ríkisútgerðin Fiskor, í því skyni að reka málið fyrir breskum dómstóli. Hann segir að upphæðin sé gífurlega en Samherji muni taka til varna. Auk Samherja og erlendra dótturfélaga er Þorsteini Má Baldvinsinni, fyrrverandi forstjóra Samherja og föður Baldvins, einnig stemt, sem og 3 fyrrverandi stjórnendum hjá Samherja, Ingvari Júlíusinni, Aðalsteini Helgasinni og Agli Helga Árnasinni. Allir eru þeir 4 á meðal 10 sakborninga í rannsókn héraðssaksóknara á meintum mútugreiðslum Samherja til ráða og áhrifamanna í Namibíu til að komast yfir kvóta þar ytra. Þeirri rannsókn er lokið en ekki hefur verið tekin ákvörðun ákæru. Áhugi Bandaríkjanna á Grænlandi hefur enn og aftur reitt dönsk stjórnvöld til reiði. Sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku var kallaður á teppið í dag eftir að Bandaríkjaforseti skipaði sérstakan erindreka í málefnum Grænlands. Jeg står her på Færøerne, og kongeriget Danmark er kongerigets. Og så længe vi har kongeriget, så er det her jo altså et verbalt angreb på kongerigets suverænitet. Og det er selvfølgelig totalt uacceptabelt. Lökke krafði sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku skýringar. Hann sagðist öskureiður yfir því að Donald Trump hefði yfir höfuð skipað í þetta embætti. Jeff Landry, ríkisstjóri Louisiana, fekk hann titil og hann segir markmiðið að gera Grænland hluta af Bandaríkjunum. Og jeg er i særlig grad oprørende og finder det helt uacceptabelt den måde, den særlige udsending nu udtaler sig på, med altså en oplevelse af, at han har et mandat til at gøre grønlandsk amerikansk. Frá því Trump tók við embætti í janúar hefur hann ítrekkað sagt að Bandaríkin þurfi Grænland af öryggisástæðum og ekki útilokað að beita hervaldi til að fá því framgengt. Lökke segir að það sé í höndum grænlendinga sjálfra að ákveða sín örlög og það sama segja íbúar í Nuuk sem danska ríkisvarpið ræddi við í dag. Glem det. Vi er i gang med en proces her i Grønland, og den bør han respektere. Jeg ved ikke, hvad han tænker om Grønland. Han bliver bare ved. Jeg har svært ved at sige, hvad hans hensigt er. Det kan de godt glemme alt om. Grønland skal være selvstændig uden om USA og Rusland og alle store nationer. Hingað heim. Kertaljós, kransar, ljósaseríur og metnaðarfull eldamennska er að baki mörgum útköllum slökkviliðum hátíðirnar. Gervigreini er töluvert eldfimmara en margan grunar. Svona kertaskreytingar prýða mörg sófaborð landsins þetta leyti og ekki þarf mikið að fara úrskeiðis til að kvikni í þessum skraufþurru greinum. Nú er alveg skíðlogar í þessu og vonandi sér fólk þetta fljótt. Hvað eigum við að gera núna? Núna ætla að stöðva eldinn. Þá erum þetta eldvarna teppi sem er til vonandi á flestum heimilum. Og þetta teppið það nóg bara að taka þetta og umlíka eldinn vel eins og maður getur. Og skreytingar úr plasti fuðra ekki síður upp en lifandi greinið. Það er bensín í plasti og þetta er að brenna svona frekar auðveldlega. Það þarf ekki nema smá loga að þetta byrja að bráðna. Svo getur tilraunastarfsemi í eldhúsinu líka verið varasöm. Ef til dæmis kviknar í pottinum við laufabrauðsteikingu er mikilvægt að reyna ekki að slökkva í logandi olíu með vatni.
Ein aðferð, ef þú ert með lokið nálægt, það bara að taka lokið og einfaldlega loka pottinu. Mér alveg óhætt að gera það. Já, loka. Skelltu sig bara hérna. Þá kæfum við eldinn og þetta slöknar. Sko, vonandi náttúrulega verður ekki svona mikill eldur heima hjá neinum, en þetta getur gerst. Þetta getur gerst. Hvað gerir ég þá? Heyrðu, við erum með opinn eld hérna, orðin svolítið stærri og þá eins og slökkvitæki verður til á öllum heimilum og þá ætlum við að fá þér bara þá tekur bara slökkvitæki mun og taka pinnan úr fyrst. Pinnin úr. Já. Svo tekur maður í stútinn sjálfan, beinar hann bara að eldsupptökun, reynir að miða á rætur eldsins og kreistir síðan bara þétt. Þar höfum við það. Svona eitthvað? Já, svona eitthvað. Jóhann hefur verið í slökkviliðinu í meira en 30 ár og segir hátíðirnar blessunarlega minni háanna tíma hjá þeim en áður var. Fólk hafi með árunum orðið meðvitaðara eldvarnir. Fólk þá með reykskynjara á heimilinu og þannig eldurinn uppgötvast fyrr og við getum gripið fyrr inn í. Þannig eldurinn og tjóni verður kannski ekki eins mikið. Það er að mörgu að huga fyrir jólin og slökkviliðið vill reykskynjara ofarlega á forgangslistan. Nú er tíminn til að taka hring á heimilinu, ýta á takkana og sjá hvort skynjararnir eru virkir. Já, jólakveðjur eru nú farnar að óma úr hljómtækjum landsmanna. Í ár verða lesnar tæplega 4.000 einstaklings- og fyrirtækjakveðjur. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, hvernig gengur? Þetta gengur bara vel. Viljið ekki bara koma hérna með okkur og við getum aðtjóða málið. Þetta gerist allt hérna töfrarnir í Stúdíó 9 í Útvarpshúsinu. Sigvaldi, þið hafið talsvert svona verk fyrir höndum. Já, aldeilis. Við vorum að byrja að lesa núna og lesum til miðnættis. Byrjum svo 8 í fyrramálið og lesum til miðnættis annað kvöld. Er þetta fleiri eða færri kveðjur en vanlega? Í fljótu bragði virðist þetta vera svipaði fjöldi og í fyrra. Þannig að þetta er drúgt. Og hver er galdurinn við svona lestur jólakveðja? Ég ætli sér ekki bara að meðtaka svona andan í fallegum kveðjum og kærleiksríkum til vinana og það skila sér í lestrinum. Ég held það. Og við ætlum að frista þess að trufla hana Stefaníu sem er hérna inn að lesa. Eðli málsins samkvæmt þá þurfa þau að skipta svo milli sín. Þetta eru svo margar kveðjur, tæplega 4.000. Stefaníu, þetta er nú ekki alveg fyrsta skipti sem þú lest jólakveðjur. Nei. Er eitthvað svona þema í ár? Ekkert þema, en við verðum vör við að í ár er áberandi að fólk er að þakka fyrir auðsýnda samhúð vegna fráfalls ástvina eða erfiðleika í fjölskyldum og annars. En gæludýrin hafa alltaf sinn stað. Hundar, kettir og skjaldbökur, hvaðina. Og svo var ég að lesa eina áðan. 6, 7, ég veit ekkert hvað það þýðir, já. Nú segja margir að þið komið með jólaskapið, en spurningin ert þú í jólaskapi? Nei, ekki en þá. Ég skal bjóða þér að tala við mig á morgun svona þetta leyti. Þá kannski verður komin smá fiðringur. En þetta tekur allt svolítið tíma og þegar maður er í þessu þá hugsa maður ekki neitt annað. Jólin bíða bara heima og fjölskyldan sér það sem þarf að gera. Eigum við ekki bara enda þetta á einni fallegri kveðju? Jú, við skulum gera það. Hér er til dæmis ein mjög aðlaðandi. Kvenfélagið Ung og aðlaðandi sendir aðdáendum sínum til sjávar og sveita hugheilar jóla og nýjárskveðjur. Já, þá skulum við líta á hvað verður í Kastljósi og íþróttum kvöldsins. Í Kastljósi hittum við Gunnar Inga Hákonarsson sem hefur náð undraverðum bata eftir að hafa verið bjargað úr sjónum við Ísafjarðarbæ fyrr á árinu. Átta mig á því hvað lífið getur verið fljótt að breytast. Bara vill fara að gera eitthvað sem ég vil gera í lífinu. Bubbi hefur haldið tónleika á Þorláksmessu í 40 ár og er hvergi nærri hættur. Seinustu stóru tónleikarnir og út af samfélagsmiðlunum. Og svo smellum við okkur á skíði í Hlíðarfjalli. Myndur segja að núna veri jólaandinn svífandi í vötnum? Já, bara það er ekki orðaði betur. Við hittum kylfingin Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur sem vann sér inn góðan þátttökurétt á Evrópumótaröðinni í golfi helgina. Hún segir það afar gott að halda inn í jólafríið eftir þennan góða árangur. Fiorentína vann langþráðan sigur í gærkvöld þar sem Albert Guðmundsson kom við sögu. Og við lítum við í Madríd þar sem árlegt jólasveinahlaup fór fram helgina. Missið ekki af íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma.
Það er ólýsanlega sárt að þurfa að jarða dóttur sína eftir að hafa barist fyrir lífi sonarins. Þetta segir vinkona móðurinnar sem missti barn í bílslysi í Suður Afríku. Hún vill að íslensk stjórnvöld axli ábyrgð. Verð á eldsneyti ætti að lækka 10 króna áramótin þegar eldsneytisgjald verður fellt niður. ASÍ telur neytendur eiga meiri lækkun inni. Bandarísk stjórnvöld hafa enn og aftur reitt þau dönsku til reiði með áhuga sínum á Grænlandi. Nýr erindreki Trumps í málefnum Grænlands segir markmiðið að gera það að hluta af Bandaríkjunum. Hættur leynast víða hátíðirnar í heitri feiti til að steikja laufabrauð og kertaljósum nálægt þurru greni. Slökkvilið landsins minna á mikilvægi brunavarna yfir hátíð ljóssins. Tæplega 4.000 jólakveðjur verða lesnar á útvarpsrásum RÚV í ár. Útsending þeirra hófst fyrir stundu. Kæru ættingjar og vinir nær og fjær, gleðilega hátíð. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir eru birtar jafnóðum á ruv.is. En við á fréttastofunni þökkum ykkur fyrir samfylgdina þar sem af er þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Vera, blessvinan. Heimildaþáttur þar sem skyggnst er á bakvið tjöldin við gerð 14. og síðustu þáttaraðarinnar rannsóknarlögreglukonuna Veru Stanhope. Jólaperlur kvikmyndasafnsins. Egill Helgason og Gunnar Tómas Kristófersson skoða gamalt myndefni sem tengist jólunum og er varveitt á Kvikmyndasafni Íslands. Sjálfur komst ég dálítið jólaskap við að horfa á þetta og vonandi þið líka. Jólatónleikar í Vínaborg. Upptaka frá jólatónleikum Sinfóníuljósveitar Vínaborgar. Vera, bresk